podcastið aftur áður en kemur jólaserja. Hældu? Oh my god. Þannig að bara næst verður bara jólaskreitt og kósi-lósi. Elska. Og við erum bara að fara til Parísar. Já. Á morgun. Á morgun, já. Oh my god. Get ekki beðið. Tíminn er að liða alltaf rætt, sko. Án gríns. En ég er svo spennt. Ég er svo Það er spennt. eins og að hann líði slow motion bara í París. Já, ég vona það. Hann hægist svona þess þar. Já. Það þarf bara svona að muna að njóta hverju einustu moment, bara ekki vera að flýta sér of mikið. Maður langar að desember fljúi ekki. Mér líka. Mér langar að þessi bara sé hægur. Svo má janúar fljúa. Hann gerir það aldrei. Nei, hann má það. Já, please. You're allowed to. Já. En ég sammála, ég vona að desember verður svona smá svona einmitt, hægur að liða, sko. Elska desember. Já, líka. Hann er bestur. Já. En nóvember er góður. Nóvember er æði. Þetta er undirbúningstímabil fyrir desember. Einmitt. Hann Gott að vera núna, einmitt, þetta er bara undirbúningstímabil. Búin að preppa allt. Þannig að þú þurfir að gera the least work í desember og njóta, þannig að tími líði hægur. Já, akkurat. Og líka svona, þú veist, eins og bara til dæmis bara það að pakka inn jólagjöfin. Eitthvað svona, ég var svo oft eitthvað svona, ætla að geima og gera allt á einu kvöldi. Svo finnst mér það kvöld ógeðslega fokkin leðilegt af því það er að gera svo ógeðslega mikið á því kvöldi. Já. En núna er ég bara svona, akkur má ég ekki bara pakka einu minn hvert kvöld? Það er mér finnst það smá hættulegt. Já, að því hvað ertu bara svona, og svo dettur miðin af og þú veist bara, hvað var þetta? Þú ert að unpakka því, eða þú bætir einhverju við last minute. Já, þá bara opnaru og þú veist, bæti við. Já. En ég hugsa svona, þú veist, að því að þegar ég er gift og er síðan með 20 pakka eitt kvöld, að þá verður kvöldið leiðilega Gerðu frekar 2 kvöld kannski. Já, þú veist, ég tala skilum að maður á, að því ég er ofta að spara hluti. Nei, ég ætla að spara þetta, ég ætla að spara skreita piparkökur, ég ætla að spara þetta. En núna ætla ég bara svona leiðum að gera þegar ég vil það. Já, það þarf ekki að bíða. Það þarf nefnilega ekki að bíða, ekki lengur. Nei. Við erum komið það langt inn í nóvember og nú má gera allt. Algjörlega. Jólatréð kom upp hjá þér. Já, ég sem bara sá að þú varst komið jólaskrið upp við þér. Já, það er svolítið síðan. Já. Það er alveg, gerði það, þú veist, þar síðustu helgi. Er tréð komið upp? Nei, bara jólaserja, við embla römmum inn allan stóra gluggan okkar og settum alltaf svona greni og serju á skengin, sjóskengin. Það er komið. Hvernig er römmið inn gluggan? Bara með jólaserju? Já, og með Og svona tútum? Já. Það er svo gamla daga. Já, mjög gamaldags, sko. Við vorum bara... Hvað fyrst það? Já, það bara... Ok, ég har alltaf gert þetta. Við gerðum þetta ekki fyrra þarna, en við gerðum þetta í fyrstu íbúðin okkar og þá man ég mig þegar ég horfði upp á þessu serju og þetta er svona glær serja með hvítum, með svona warm white lýsingu. Ég man þegar ég leit upp í apríl og bara, þessi serja er ekki farin niður fyrir áður en þetta barn kemur. Þú veist, þegar ég bjóði fyrst íbúri, þá drep ég þig einhvernar. En ég held við höfum ekki sett hana síðan upp síðan. En núna var ég bara, ok, svo ætlum við rammin líka svala Svalklukkan. Já, var þetta eldursklugginn? Já, stór eldursklugginn. Hann er kominn. Og þurftur svona að sleikja til að setja tútin á. Sko, maður síður. Ha? Síður maður tútin á? Já. Það er ógeðslega þægilegt. Það bara pikkfestast þær. Og það sjóða bráðnaðar ekki? Nei. Bara þú veist, aðeins svona undir heitu vatni. Bara eins og maður myndi gera við duttur. Þú veist, það sjóðu ekki, skilur. Eða þú veist, bráðna ekki. En notar maður ekki bara soðið vatn og setja það úti? Þú getur til dæmis ekki bara heita ketil. Jú, þú veist, en heita ketil minni hér. Ég man að því að þú veist, fólk var alltaf að sjóða dótsetti í gamla daga. Og þá sauði ég einhvern tímann svona eitthvað dæmi, svona eins og tannbusta eða eitthvað, það bráðnaði bara. Já. Og þá veist ég ekki að ég ætti að sjóða vatn og setja það úti. Já. Ekki að sjóða hlutin. Einmitt. Þannig að ég var bara síður fólk þá duttunar bara frá byrjun til enda, skilur. Ég hef alveg gert það þannig, þú veist, bara að því að ég er ekki flestir allan, ég er með svona spanhellu sem verður svona fljóta að ná suðu, þannig að þetta er ekki jafn lengi að malla og þetta var í gamla daga. Þannig leiður þetta búið að ná suðu, er þetta búið að sótthreinsast, skilur. Og þá bara svona siktar þetta frá. En eins og með duttur og þannig mér fannst alltaf þægilegast að nota bara hitaketilinn, skilur, þú veist, en hann bara er ekki heima, þannig ég notaði bara potinn. Hér er bara skrifstofu, mjög mikið notaður hérna. Já, en nei, þú veist, þannig að við gerum það og svo vantar okkur fleiri svona tútur fyrir hina klukkana. Svo komum við jólaserja til Emblu líka. Þannig að þetta er að gerast hægt og rólega. Já, mér langar í jólaserjur upp. Ég hef alltaf verið bara með serju sem ég var sko með bara í herberginu mínu. Alltaf með henni kringu speili minn, ég sitt hann alltaf í klukkan og er með hann allt árið. Já. Svo
hvað var það svona á apríli mitt núna þess að Benja bara takti þetta niður en svo kósi þetta er svo kósi það er svo dimmt svo lengi á Íslandi þannig að það er svo næs og þetta er ekkert jóla nei, þetta er ógeðslega kósi ég elska þetta þannig að já, ég er ógeðslega næs það er ógeðslega næs að vera komin með þetta sko og þetta er smá bara svona þú veist, það er næs að koma heim að því þú veist, maður er að sækja krakkan klukkan 4 kemur heim og það er bara dimmt og maður er bara svona, ok en þú veist, núna er svona gett bjart þegar við löpum inn að því að það er svona jólaljós og kósi að fara fram á mótnan og fá sér kaffibolla og svona jólaljós ég get ekki betra að jóla til að koma með seríu og þannig að vera bara svona gett ljós já, svo gaman þannig að ég er mjög spennt, við ætlum með þetta þegar þessi þáttu kemur út þá var ég búin að setja upp jólatrí þannig að ætlum að gera það síðustu helgi já, ég líka ég er eftir að skreita það núna Rómið og drullu sama honum er drullu sama það er geggjað þannig að, eða þú veist ég veit ekki hvað það sé búið að taka eftir ég held þú þurfi líka að skreita það ánans já, annars byrjar hann að taka kúluna af já, hann má ekki sjá það koma upp nei held að það sé líka svona smá tricks hann er bara a ball já, wow já, eins og Rebecca kommentaði á vídeo mitt postaði vídeo af Rómið með jólatrið hún var bara, hann er ekki enda búin að sjá þetta jólatrið nei, það er örgulega rétt hjá þér hann er bara grænt fliksi hana hann heldur örgulega bara til húsgagn er hann búin að taka zoomies síðan? Nei það er það sem þú þarf líka kannski að hrættu já, og líka bara þetta náttúrulega nálægt eldhúsborðinu svona það að tróða sér á milli og rekast í það er kannski svona mesta þetta er líka starfum sem hann hleypur alltaf þarna já, hann er svona neila hann gerir það ekki eitthvað mikið lengur sko. ok, það er gott já, ég mitt byrjar hann aftur í dag bara já, hann byrjar örglegt maður byrjar að skamma hann svo innilega þegar hann gerir þetta núna því að þú veist það bara sófinn fer bara 5 metra í burtu sko já bara inn í vegginu þannig að ég er alltaf að reyna að færa sófann svo hann sé ekki alveg upp vegginu já, alveg klemma svo er allt í henni bara komin alveg upp ég er bara, dammit þetta er líka svona tímabili sem er framöndan ég er bara svona þetta verður svona tímabil sem ég mun vakna klukkan 6 alla mótna í desember að krakkin strax byrja með skóin já shit ég er bara svona fuck þetta verður skóin byrja fyrsta eða nei 12 þeir eru 12 byrjaði það ekki 12? Jú, 12 eru ekki 13? eru 13, ég veit ekki ég finn út úr því, hann kemur réttum degi en álfurinn kemur fyrsta í rauninni og er hann allan daginn? Nei, ég ætla, fólk ræði því en álfurinn heima í okkur ætla bara að koma þangað til jólasveinarnir koma það er ekki séns að vera 20 gangi þá sefur krakkin ekki sko og ekki þú heldur? Nei, líka hún er bara svo og hún er að vakna núna á mótnana að hún er svo fáránlega spennt fyrir deginum getur þú þá ímyndaðir þegar það er desember það er að vera bara klukkan 4 nóttina bara hún er bara klukkan 6 bara, mamma, hvað er ég að fara að gera í dag? Ok, mamma, má ég fara sokkabúsur í dag? Please, og maður er bara klukkan er 6 oh my goodness are you freaking kidding me? En hún er bara svo spennt og það er byrjað núna sem ég er bara svona, hvað er desember verður? Sko líka, maður bara þegar að vera í grunnskóla, leikskóla ég veit ekki eftir mann og svona hluti mér fannst bara alltaf gaman í skólanum á þessum tíma það er svo skemmtilegt föndra eitthvað og alltaf eitthvað jólatengt svona hættir að læra þú veist, ekki í 10. bekk eitthvað skilur já. það er ekki prófið eitthvað nei, það er bara músastegar og eitthvað gaman bara alltaf eitthvað söngstund með jólalögum og dansartökum jólatré geðveikt sko þannig að ég skil hann mjög vel sko já, og líka svona season núna það verða mörg jólaböll og þannig þú veist, hún er bara svona þú veist og hún er svo spennt fyrir þess, hún er búin að kaupa jólaskonna og hún er alveg bara hvenær má ég fara í þá þú veist, þetta er svo spennandi tímabil svo eru leituból svo hann daginn bara, mamma getur við please keypt rauða slaufi hára á mér jólin ég bara, oh my god, hvað þetta er krútlegt ég bara, you're gonna be right on trend en þú ert stilt já, og ég veit að margir eitthvað svona, ég ætla ekki náttúrulega jólasvein til þess að alveg, well I'm gonna why not, er það ekki ástæðan fyrir jólsveinum? Ég held það ég held að það sé 100% ástæðan fyrir jólsveinum ég er ekkert eitthvað svona, heyrðu hann er að horfa á þig alltaf en ég mun alveg svona, hann er að fylgjast með það er enginn að fara að segja mér jólasveinum koma áður en börnum voru óþekk sko nei, it's a con þetta var bara svona, já, ok, hvað getur við gert þau eru að missa sig úr spenningi já, en líka, eru íslensk börn eitthvað ekstra óþekk að þau eru með 13 eða 12 já, sem eru bara vondir líka, þú veist já, þú veist, einmitt, þú bara gríla borðar þig og eitthvað svona kjaftaði þannig að þetta er svona spurning líka um það sko því að Bandaríkin og hinn Coca-Cola
jólasveinn bara einn jólasveinn sem kemur nokkra pakkandi tréð. Fáránlega simpul. Af hverju það ekki okkur? Það miklu sniðara. Miklu sniðara. Það gert miklu flottari pakka heldur en að gera eitthvað ógeðslega, bara svona 13 mismunandi, eitthvað svona sem geðveitt lítið og bara fyrir spillis eða en úkslega gaman svona, ég maður bara þetta geðveitt skemmtilegt. Kikki í skónum að vakna þessum nóttina að sá eitthvað í skónum og bara svona, það búin að koma bara alveg, varst ekki líka alltaf svona eitthvað, einhver koma menn ég svaf. Mér fannst alltaf smá creepy. Fannst það ekki. Mér fannst það bara magnað. Af því að mér fannst það að koma svona utan á glugganum, ekki inn. Já, ég hugsaði það alltaf líka, sko. Ég var svona opið glugga fyrir Já. Svo alltaf bara, hvernig komst þetta? Það var svona, hann opnaði svona lítið. Og svo fannst það eitthvað bóka, eitthvað. Ég var bara ekki stór, bara, How did you do this? Magic. Nei, þetta svo ógeðslega skemmtilega tímabil og það líka bara, það svo ógeðslega gaman að eiga barna því að maður að gera þetta einhvern veginn. Ég er upplöðið allt aftur í gegnum hana sem fáránlega skemmtilegt sem gerir líka jólu mín bara mjög skemmtilegri þannig að þú veist, ég veit alveg eins þreytt og ég verð þegar hún mun byrja að vakna 6 að kíkja í skóinn þú veist, ég voru making memories já, og ég líka bara að segja mér að hafa pakkana þá ekki eða þú veist, að jólasveitnin gefi henni þannig í skóinn, ég láta hann vita þessu ekki eitthvað sem ég þarf að hjálpa henni með já, hún þarf að gera allt sjálf ég skilur, þú veist, ég til dæmis gefi henni ekki naglalakk jólasveitnin myndi ekki gefa henni naglalakk í skóinn Nei, glæðan. Af því að þá þyrfti ykkur að hjálpa henni að gera það. En limmiður okkar sem hún getur bara strax fara að dúlla sér í og meðan við erum ennþá eitthvað svona snoozing. Fæn. Fattu hvað ég meina? Það er mjög sniðugt fyrir jól svona. Já. Sérstaklega svona börn sem munu vakna bara geðveist snemma. Þannig að það verður mjög spennandi. Ég er mjög spennt. Já. Það verður geðveikt. Það verður geggjað. En já, taldi Coca-Cola jólasveinninn. Já, það er náttúrulega bara jólasveinninn okkar allra. Já, er það ekki? Jú. Ég var alltaf að spyrja þig, bara svona þegar þú slítil, sástu fyrir þér íslensku jólasveinna? Nei, ég sá alltaf fyrir mig Coca-Cola jólasveinn. Alltaf. Ég var ekkert bara eitthvað, já, hann ekki að creepy með eina löpp og eitthvað, skilur. Já, bara eitthvað, askasleikir eitthvað ég sá bara fyrir mér gamla góða, bara ameríska í glugganum mínum, sko. Ég væri til að fá í alvörunni að vita bara uppruna þessas jólasveina. Okkar íslensku, já. Bara svona, why the fuck did they come, skilur við? Herru, það er eitthvað sem við þurfum að... Já. Þurfum eiginlega að vita þetta, sko. Já, við þurfum eiginlega að vita þetta, fá ykkur að góða í að segja ykkur frá þessu. Já, grúska þessi í þessu. Þetta er alveg weird. Og bara hvaðan komið það why? Akkur gáttu... Svo þeir erum að taka ameríska hefðir, hvort þér? Akkur gáttu ekki bara tekið í þetta líka? Ég skil það ekki. Getur ekki bara skipt þessu út? Já. Væri allir brjálæðir? Getum við alveg ekki skipt út þessum íslensku yfir í bandaríska? Og bara Coca-Cola, jólasveinin. Ekki eitthvað, ég kem og skelli hurðum heima hjá þér. Já, og getur kartöflu í skóinu. Já, þetta mín. Já, maður hrættu í jólasveininu og eitthvað. Já, og líka bara gríla borðar þig, þú ferð í jólaköttin og þú ferð ekki ný föt. Það er alltaf mjög, ég alltaf bara heyrði mamma, þú vilt ekki að fara í jólaköttin, sko. Nei, ég veit, maður nýtir sér það, skilur. En þetta situr fast í mér. Og núna ég var mamma og er bara svona, hún verður að fá ný jólanáttföt. Þetta er bara marketingur. Já, we went overboard með eitthvað 13, 14, 15 gjafir og... Já, rúm okkur aðeins. Og bara eitthvað skamma börnin og eitthvað. Það er líka, hver áttu efna þessu þegar þetta kom, skilur þið? Enginn. Gefa 13 gjafir. Nei. Ég fékkst þú ekki stundum bara, ég fékkst stundum bara mandarínu. Jú, stundum. Já, ég líka. Já, örugglega oft, sko. Já, ég líka. Það er svona að því man eftir nokkru skiptum sem var eitthvað svona stútfullu skóra Já. Og það var að því að eins og ameríski, þá kom kertasníkir alltaf með svona góðan pakka. Já. Það var alltaf eitthvað, þú veist, ég byrjaði að mála með svona make-up og alltaf nýja nærbuxur. Það er sætt. Það var geð skemmtilegt. Embla til dæmis talar ennþá það og við erum talað það, þú veist, hún var 2 ára síðustu jól, það ekki? Nei, jú. Já, hún var 2 ára síðustu jól og hún bara, manstu að jólasveinninn gleymdi þér. Að því að kertasníkir semst gefur alltaf öllum á heimilun okkar þannig að pappina fekk og hún fekk nema ég fekk ekki Hvað kertasníkir þinn er leiðilegur? Ekkert eðlilega leiðilegur Það er alveg að skamma hann Já, og hún er alla mánuð manstu það hann glimti þér Ég bara, já I will never forget Kertasníkir þinn glemdi að fara í blush Já, hann glemdi að fara í blush Vá. Já, ég ætla að vona að minn kertasníkir ætla að nýta sér Black Friday dílana sem eru í gangi bara núna bara byrja á morgun eða eitthvað og þú veist það náttúrulega, sko ef þú ætlar að snúsa Black Friday þá hefur líka Cyber Monday og ég veit að Blush ætlar með 15 til 80% Það er iconic, sko Já. Þannig að þú veist kertasníkir getur bara skottast núna svo hann gleymir sig eftir
og tróma þessi ekki eftir barni við. Kannski kaupir eitthvað svona pakkaði inn. Já. Eða bara spilin. Já, spilin, einmitt bara, þú veist, mamma og pappi fengur spil, þú veist, það líka bara ekki. Og töfrasprota. Já. Hann titras. Geðviss spennandi. En já, ég vona að kertasníkjar landsins ætla að nýta sér afsláttinn hjá Blöss. Black Friday, Cyber Monday. Ég bara nenni ekki að þessi kertasníkjar gleymi ykkur núna, sko. Þetta bara... Nei. Það svo típisk kertasníkir. Ég veit það. Bara gleyma bara konunni, skilur. Ég veit það. Þú veist, allavega, þú veist, kertasníkir sem sér kallana, þú veist, bara, það er löngu búin að plana þetta. Já, löngu. Þú veist, það er tvisvar gerst líka þegar ég var ólétt að kertasníkir glemdi mér. Það? Já. Jesús. Já. En svo einu sem var kertasníkir geðist skiplaður og gaf mér, þú veist, bók í jólugjöf sem var löngu búin að panta og eitthvað. Það er mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Alveg að gera það fyrirfram. Já. Og glemdi hann því. Þá vissi ég þetta var svona, þú hugsaði kertasníkir. Takk kertasníkir. Já, ég elska það kertasníkir hugsa. Já, þegar hann er bara svona, þetta mun hitta. Já, en hoppar ekki bara inn í næstu verslun og bara... Kaupir eitthvað. Þú veist, ég væri happy með Happy Hydrate frá kertasníki. Já. Mjög happy. Það er eðlilega næs. Já, það er eðlilega næs. Að fara vel hydrated inn í þann dag. Já. Og það er ógeðslega nauðsynlegt jólin að í alvöru talað að muna að drekka steinefni og sölt og allt þetta, vítamín. Never forget, af því að þú veist, maður er að borða svo mikið af svona hátíðamat og eitthvað svona. Það er ógeðslega sniðugt að sitja líka bara inn í, þú veist, ég er með svona skáp sem er vítamín, Happy Hydrate og kaffibóllarnir mínir og það. Það er allt saman stað og ég er alltaf inn í þessari skúffu. Já. Þannig ég man alltaf að ég er að fá mér vítamín með kvöldin og fæði mér Happy Hydrate með því. Þannig að geðvikt. Mjög þægilegt. Já. Það er að hafa þetta svona við augað. Já. Ef þetta er ekki í rútíninni nú þegar. Eða í gymtöskunni til dæmis. Gymtöskunni, já. Akkurat. Þannig að mælum við að tjekka líka heimasíðinni núna yfir helgina. Já, nýta sér líka Black Friday á þeim. Bara nýta þetta í alveg. Það er galið að versla á fullu verði. Jú. Á Íslandi bara nýtið þessa daga bara í alvörunni þeir í alvörunni hjálp og þeir breyta miklu. Þeir breyta alveg helling. Þeir gera það sko. Og náttúrulega líka alltaf hægt að nota þú veist netgíró, þú veist ef þið viljið nýta ykkur það og borga jólareikningin hvað er í febrúar eða eitthvað. Einmitt. Þetta er alveg næs. Já, það er mjög þægilegt. Þannig að kertasníkir, þú er enga afsökun í ár. No fucking excuses sko. Nei. That's right. Alla þessi geggju díla og jólareikningin sko. En ég vill að við skoðum aðeins hvort við getum ekki farið að henda þessum íslensku út og taka bandaríska. Ég held það. Einmitt. Þú veist, akkur er ekki bara hefðin að fá bara Coca-Cola í gleri í skóin alltaf. Já, þú veist, það kannski eitthvað svona aldurstakmarkaði, skilur við? Já, kannski. Zero. Kannski koffín. Zero. Já, Zero. En þetta er svona krútlendur þess að emblaði bara svona, hún veit hvað kók er. Já. Þegar ég er hún stór þá má ég fá kók, ekki á. Þegar þú er stór, þá má þú... Maður þegar maður var alltaf bara, ég ætla að fá með því, ég er stærri. Já, þannig, ég fæ svona. Þannig að þú veist, það er líka alveg ekki spennandi. En það býður... Fyrir okkur fullorðna fólki. Já, það grínast og líka bara við jólamatinn og þú veist, allt þetta. Vá, við erum bara jól. Við ætlum ekki að tala jól. Nei, þetta ekki, en þú veist, það er ekki hægt. Það finnir ekki verið jólabönn, held ég. Þegar það er korter í og maður er svona... Við erum svo lítil bönn. Ég veit bara ógeðslega spenntar og... Þetta er skemmtilegasta tímabil maður er bara forever að bann í kringum jólin, sko. Já, maður er það. Og það er í alvörinu bara ígist svo mikið þegar maður á síðan sjálf krakka því maður er bara svona... Hvernig verð ég þá? Bara 100%. Og ég er alveg að missa við. Nei, þú veist, þú missir það meira. Ég sverða. Bara, þú veist, það er svona, ef maður var með eitthvað stað með hint af grind, það bara, it disappears. Já, ég hef aldrei verið með það. Nei, ekki heldur, en fyrst maður segir svona, bara, en þetta er, já, þetta er ógeðslega skemmtilegu tími sem við erum að fara inn í, get ekki beðið. It's gonna be so much fun. Já. En við ætlum í dag að tala smá fashion. Fashion? Og þú veist, hvað verður inn? Kannski líka þegar við erum að fara í borg tískunar. Einmitt, við þurfum smá innspó. Já. Við langaði bara að deila með ykkur okkar innspói. En þú ert búin að panta þér eitthvað? Já, þú líka. Skemmtilegt, já. Ég pantaði mér aftur, maður er svona,
á öðruvísi tímabil núna, maður tekur þátt svona í öðruvísi ekki öðruvísi trendum, en bara svona, þú veist, já, kannski væri ég að klæða mig öðruvísi ef ég væri ekki ólétt eða eitthvað þannig, en mér finnst það líka bara skemmtilegt, þú veist, að svona, kannski velja mér eitthvað sem hefði ekkert endilega valið mér, mér finnst það líka gaman, þú veist, þannig að þetta er svona, maður pröfa bara báðu vegu, en jú, ég pantaði mér nokkra hluti fyrir París sem ég er mjög spennt fyrir, ekki mikið, út af því að, með við það sem ég er búin að vera að skoða og sjá, þá er þetta náttúrulega alltaf eitthvað sem þú getur pínu bara svona, þú átt svart pils í skápnýjunum líklegast, eða þú átt eitthvað svona, þú veist, og reyna bara að nota það sem maður á og para það saman í pínu festive look. Algjörlega, og mér veist bara, þú veist, þetta er skemmtilega seasonið, þú veist, að því maður er búin að safna kannski nokkur ár, bara þessum paljettu fötum og eitthvað þannig, og svo getur maður parað þig öðruvísi sér núna, og það er enginn að fara að muna hvaða ból þú varst í fyrir ári síðan, skilur. Nei, einmitt. Þannig að, þú veist, ég er bara með smá section í skápnum mínu sem er bara svona party season föt, og ég er svo spennt að fara aftur að grúska í því, og núna kom paljettunar aftur. It's my favorite. Af því að þetta er svo einfalt. Já, og blúndan er ógeðslega mikið núna líka. Elska það, ég elska það. Og maður er alltaf að sanka sér svona nokkrum blúndufötum. Þú veist, bara gegnum árin hefur alltaf gert. Þannig að mér finnst það alltaf skemmtilegt, þú veist, að svona blanda því líka við þetta festive. Það er geðveikt. Algjörlega. En svo er líka svona alltaf, núna getur fara að grafa upp líka lóðhattan okkar. Já, allt þetta hlýja, það er svo gaman. Oh my god, það er sko, ef maður er París fyrir það, þá, ég var með svona 4 lóðhatta eða eitthvað. Mér var svo hlýtt. Já. Þetta er ekki bara cute. Nei, þetta er actually functional. Já. Það er mjög næs. Það er mjög næs. Af því maður er að klæða, það er skemmtilegt að klæða sig svona. Já. Að maður sé hlýtt en samt stylish. Það er skemmtilegast í heimi. Já, þannig elska ég að fara til París á þessum tíma. Já. Skemmtilegt. Og þú veist, París á þessum tíma er basically tískan í desember. Já, algjörlega. Þannig að þú veist, þetta season, þú veist, París alltaf verið svona smá svipað stæl. En núna, þú veist, það er eiginlega smá svona party season vibes. Það er allir þessi kjólar með svona svört og hvítu díteli. Það er svona ekki mikið París. Suður Fraklandæmi, France, fancy, old money, mjög spennt fyrir því. En ég gerði smá notes fyrir okkur, bara til að fara yfir svona hvað við erum að fara að sjá. Og ég held sko að það sem er svona nýtt sem við erum að sjá núna, sem er svona vara eða svona flík vetursins, er þessar fucking shorts, mini shorts. Já. Þú veist, ég myndi aldrei púla þetta, en ég er að sjá allar gælur í þessu. Þetta er bara sokkabuxur, mini paljettu shorts, núna er það komin bara paljettu búning, bara hælar, blazer yfir eða eitthvað svona toppur við, we're gonna bara see it everywhere. Sko. Já, þetta er ógeðslega cute. Þetta er svo cute, en gummi góður, er ykkur ekki kalt? Nei, en þetta er ógeðslega cute. Þetta er ógeðslega cute, já. Þannig ég held að það verður rosalega mikið af því og líka bara í blúndu, leðri, alls konar og dálítið mikið af bara mini yfir höfu eins og mini skirts líka með sokkabuxum og þá satín skirts sequin mini skirts skirts með svona fjöðrum að neðan blúndu skirts. Það er bara sko allt svona lille detail það flýgur festive season, sko. Það er bara, the party season, þá er bara, já, er sparkles, er þetta, er þetta steinað, já. Allt svona detail, svona ekstra, svona bæti bara pínu ekstra við áttu þitt, skilju. Það er svo gaman. En svo líka náttúrulega þess að tala blúndan, það er bara, það er að tröllríða þessu núna, sko. Ég veit, þetta er alveg rosalegt. Já, og núna er bara, þú veist, bara önnur gælla í blúndu buxum, blazer og belti skilur, það er bara elska. Já, geðið þægilegt líka. Geðvikt. Þú ert alveg svona sophisticated bara, en samt geðið glam, skilur. Ekki fyrir svona jólabóðin eða eitthvað, veist ég hvað átt að klæða í, bara blúndu buxur, blazer, oversized, belti, blúndu bólu jafnvel undir, þannig að ég seti onesie. Hendi síðan bara, þú veist, einhverjum sparkles í eyrun eða þú veist, einhverjum cute sleif í hárið og bold lip, and you're done, skilur. Hún kemur the red lips back. Veit ég svo spennt, ég elska red lips. Þetta er svona red lips. Já, ég elska red lips. Þetta season, sko. En svo líka, þetta náttúrulega, nota blúndu sokkabuxurnar. Já, einmitt. Og
og blúnduból og blazer. Það gerir svo mikið af þessu. Eins og bara núna þú veist að segja þetta, ég bara, já, ég á blúndusokkaböksur. Þú veist, maður gleymir þessu. Já, maður þarf að grafa þetta allt upp. Já, maður þarf að grafa þetta allt upp, já. True. Og blúndu svona síðpils. Já. Ég var að næla mér á hann í jeana, svona blúndu síðpils. Já, það fórst svona að ríða. Geðveitt, það er svo flott. Og svona ból í stíl. Já. Og þannig að blazer hann líka. Æði. Og þetta er svo buxur sem ég er í. Ok, geðveikt. Ég tók á þetta sko sett í minni stærð. Veistu hvað ég meina? Bara svona stærðin sem ég tek. En ég tók þennan jakka alveg. Já, miklu stærri og buxunar alveg 2 stærðum og stórar. Okay. Þannig að vera svona loose. Ok, gegga. Þannig að það er alveg næs að eiga svona loose líka. Þá getur notað hana blazer með belti líka og svona næsi. Ég sá einmitt eitt kjól sem ég þarf að næla mér í Gina. Aha. Já. Hvernig er hann? Hann er mér langar að næla mér í hann fyrir jólin, bara fyrir aðfokkata sjálfan, því að ég er með drauma kjól sem ég þarf bara frá að tekka á eftir, sko, mér langar að hafa emblu í einum kjólum jólin, sem er græn, þannig að mér langar að vera í grænu líka. Og þau eru með svona grænan og rauðan, svona, þetta er síðarma, þú veist, hann er svona, kemur svona einhvern veginn, yfir bringuna. Já, hann er svona svolítið laus yfir bringuna, og svolítið svona flói líka, en ég hugsa að hann væri fullkominn þegar maður er líka með bumbu, skilju. Já, einmitt. Þannig að hann myndi svona ganga fyrir bæði, af því að mér langar alltaf að hafa okkur svona semi-matching. Já. Okkur ebbu mína. Cute. Já. Þú erum bara að hlaupa í Gina. Veit það náðu sér, sko. Já, ég veit blúndupilsum er bara langar svo lengi. Við erum alltaf að tala um þetta, þetta er alltaf búið að vera upp á skjá, sem ég er alltaf eitthvað, mér langar þetta fokkin pils. Nei, ég er búin að tala um það í árið eitthvað. Að ég var ekki búin að finna mig neitt, þannig ég bara á þessum running bara eftir gym. Já, true, sko. En já, blúnda bara, þú veist, blúnda er ákveðið statement líka bara, þú veist, bara blúndubólur, blúndusokkaböksur, blúndupils og alls konar þannig. Svo líka bara svona, þú veist, burgundy blúndusokkaböksur, burgundy blúnda. Og allt burgundy. Já. Keypti mér svo flottan burgundy kjól fyrir París, ég er svo spennt. Er ég búin að sjá hann? Já. Ok, spennt. Þú er búin að gleyma? Já. Þú veist, við pöntum alveg nokkra hluti, sko, þannig að maður er smá búin að gleyma. Ég er einmitt að fara bara að taka upp bara allt og bara lay it out. Já, ég var að í gær, þessna mann ég fyrst. Tókstu myndir af öllu? Nei. Það geði sniðið að taka myndir og setja í notes. Já, ég tek alltaf bara myndir á heimasíðunni. Já, það er líka alls sniðið. Þú veist, bara úr order, resítinu mínu. Já, eða bara með eina flík. Já. Með skó með eða eitthvað. Nei, ég raða þeim alveg inn í notes með, sko. En þið getur líka bara tekið myndir af flíkunum heima hjá okkur til að vita hvað er töskunum ykkar og bara með kannski raðið upp bara skóna, skartið og allt. Já, það er endur rétt. Þá ertu ekki overpacka líka. Svo ég veit þessu við þetta. Þá veistu hvað þú þarft. Og það er líka eins og Kim og alla það er að gera. Það er að gera þetta alltaf svona. Já. Það er með bara Polaroid myndir sem ég veist líka fárlega sniðut. Það er svona smá fancy, fíla. Já, en þú veist það er geðvikt. Svo ertu bara með í töskunni. Það er þessi kvöld. Og það er rúglega í þeim. Flíkunum. Já, það er í þeim. Já. Svo ég myndi ekki alveg nefna því, sko. Nei, ekki heldur, en þú veist. En það er mjög sniður líka að vera búin að máta hvort þetta virki. Það er reyndar miklu sniðara. Af því að maður sendur með hugmynd. Það, sko. En svo bara svona hætti ég eftir að ég var búin að vera í þessu klukkutíma. Það er svona, nefnst ekki lengur. Já, það hlýtur að passa. Já. En það er mjög sniðið að plana að fara til útlanda, vera bara með outfits, allavega svona stable kvöld outfits eða eitthvað og bara velja sér jakka sem passa við mjög mikið af þessum outfits bara minimal outfits og boots en já, allavega svo svona statement jeans það er alltaf cute, maður þetta er jeans sem ég var í London sörubur já, sem er svona svona glansi eitthvað metallic króm já bara þannig eða eitthvað glimmer steinaðar geggjar, sko. Svo bara plain ból við. Það er mjög næs. Já, ég var búin að tala um þetta. En það líka þetta, þú veist, eins og með mini shorts, þá var þetta, þú veist, líka dressað í day. Með því að vera bara í svona þykkri, þú veist, svona, hvað segir maður, peysu bara. Já. Peysu, bara svona knitwear. Já, knitted, eitthvað þannig. Og bara þykir kápu eða eitthvað við sem er alveg cute stuttir svona puffkjólar já, þú veist, þeir eru rosa mikið já, ekkert eitthvað endilega þessir balún eitthvað sem var ekki mikið hana balúndóti mér finnst samt, sástu hvað Ópolli var að posta já mér finnst samt eins og balún sé svolítið það er ennþá, sko já, en ég líka að tala um bara gamla góða skaterdressin já, eins og ég var eins og við keyptum okkur báðar út í London getur okkur þannig
Já, ég var í svona beisliti. Já. Nei, minn var bara með svona niður eða ekki? Jú, þinn bara kannski þannig, ég talað bara með, þú veist, alveg héðan frá og út. Já, ok. Bara í mittinu, bara eins og mannst ekki eftir hana disco skeitirkjólanum hana. Já, þannig snið. Ok, ég skil. Og kannski með slaufu aftan á, eða úr satín, eða off-shoulder. Þeir eru gett mikið, svona þessi gömlu góðu 2014 kjólar. Já, 2014, Nema bara ekki úr diskoefninu kannski. Nei, einmitt. Ekki enn. Ekki diskopants. Hvenær munu þær koma aftur? Þær koma. En það er kannski ekki sem leggings að neðan. Það er svona ný útgáð. Já, kannski. Eitthvað svona straight fit eitthvað, já, gæti verið. Sko, það verður eitthvað. Það var þægilegt dæmi. Það var bara, öll áttutum mér voru bara diskopants og crop top. Já. Disco pants on the top. Já. En glimmer líka svona once, ég veit ekki hvað segir maður? Já, þetta er svona já, þetta er ekki jumpsuit, en þetta er svona, playsuit. Nei, þetta er jumpsuit. Playsuit er stuttur jumpsuit. Já. Varstu ekki að tala um stuttan? Nei. Ég er bara að sjá þá líka, sko, á TikTok og eitthvað. Hvernig? Svona stutta, bara, þú veist, ekki svona crossover eins og voru svona í gamla dag, bara svona, þú veist, frekar þröngir. Líka þegar Kylie var náttúrulega að gefa út hérna Kylínuna. Var það flott. Ógeðslega flott. Þess bara ég elska að hún var með hana, heitir hún ekki Amelia Gray. Já. Þær eru alveg eins. Gríns. Þær eru twins. En það er bara svona dúo sem ég vissi ekki að ég þurfti í lífið mitt. Kai er fyrst skiptið með eitthvað svona palléttu festive eitthvað og þú veist, þetta er sjúklega simpul. En það er með palléttuna, þetta getur geðið þægild, þú ert bara ekstra. Já, hún getur sko farið úr þessu, þetta er 2-in-1 top. Ok, I love this, I need this. Já, þetta er svo sniðugt. Mér langar alltaf úr þessu línu, sko. Ég veit hún, og líka sko, ég elskar hann græna. Græni er geggjaður. En þetta er raun og veru allan þetta græna er bara, þú veist, flíkur fyrir fólk sem er bara ekki með neitt á maðanum, þannig að þú veist, þú getur ekkert mikið verið óléttur og komist inn á topp. Það er alveg samt hérna síður, þú getur verið með kúlinn úti bara. Já, þessi er enda góður, þetta er svona eins og svörtu, en þessi sem eru svona cut-out sem eru geggjaðir, þeir eru svolítið, ég var svona, damn. Já, það er hinir. Já, hinir. En þetta er örgulega, en hún líka með þetta í beislitu sem er líka geggjað. Það er svona chrome silver, en þetta er alveg, hún er sett, og það er svona held ég líka grænt verið sjúklega vinsæll. Já, grænt er mjög vinsæll núna, sko. Já. Grænt og burgundy, þetta er bara nákvæmlega sömu litur við töluðum í haust, nema í palléttu sequin munstri. Ángríns. En þetta er svo flott, hvernig á maður að velja sér bara eitt hlut? Ég veit ekki. Ég er svo stressuð að kjóllunar emblu seljist upp, sko, það er svona áján eftir. Og getur ekki gett það netinu? Jú, get gert það, en ég þarf hvað sem ég er að fara, en ég reyna 9-21. En hérna það er einn eftir, sko. Stressandi. Freaking stress. Sérðu hvað þetta eru litlar shorts sem ég veit, já. Ferðu bara í þessu út að borða? Eða hvað? Er þetta nærfett? Þú veist, á Íslandi verður þér ógeðslega kalt, sko. Já. Það búum í Íslandi. En þú veist, fólk býr alveg í New York og það er kaldara þar. Já, það er rétt. Hún var í New York að taka þetta upp, sko. Já. Það er þetta góða búndur. Já. En allavega. Og svo líka Skims, þannig að Dolce & Gabbana. Já. Það er þetta skemmtilegt, sko. Já, þetta var mjög gott. Já, þetta er skemmtilega markasetning. Já, mjög. Ég færi ekkert endilega að kaupa mér þetta. Nei, sko, það sem ég ætlaði að spyrja, hvað finnst þér þessa línu? Þetta er allt leopard print nánast. Já, mér finnst þetta svona aðeins svo seint. Smá. Þú veist, ekki leopard sem búið, en bara þetta komið í haust, bara í byrjun haust. En það er alveg svona sequin leopard og eitthvað þannig. Og ég sá það að vera eitthvað að reyna að stæla þetta áðan að vera eitthvað ríl frá Skims. Svona eitthvað með pels og eitthvað svona. Þetta er alveg cute, sko. Þetta er alveg mjög cute, já. En ég er samt bara svona, þú veist, þarf maður þetta? Já, þú veist, ég er ekki að missa mig, sko. Nei. Eins og kannski bara eitthvað svona, en já, eins og ég segi, þú veist, auðvitað er þetta ógeðslega flottar flíkur og þetta eru flíkur sem eru með bara svona geðveitt in style, skilur, að því þetta er leopard, en mér finnst þetta samt, þú veist, hefði þetta komið kannski bara í ágúst, þá hefði þetta verið að missa mig. Já.
Þetta alveg cute, sko. Að þegar maður smá bara frekar komin í þennan gír, bara rauðagýrin, skilur, þú veist, og maður svona, þú veist, ég væri að kaupa mér aðra hluti inn á Skims núna heldur en þessa. Já, þetta ég myndi frekar fara eitthvað jólanáttföt eða eitthvað. Já. En að því mér langar samt í eitthvað úr þessu, en ég veit samt ekki alveg hvað. Já, þetta svona erfitt, sko. En trillt markasetning, like always, sko. Living the Dolce Vita, sko. Já. Bara Still my fucking wedding. Já, ég bara hefði viljað að köpa aðeins fyrr, ég veit ekki hvað en and I love this, I love this. Þetta er ekki the season for it. Nei. Það hefði líka bara geðið þetta í sumar, sko. Já, bara geðið þetta í sumar og líka bara aðeins nær yfirhildinu. Einmitt. En maður veit bara, maður veit þetta er vandað, skiluru. Þannig að já, þetta er ekki fast fashion. Nei. Að þú veist, það maður heldur. Maður heldur, já, akkurat. En já, allavega. Mér varst þetta skemmtilega marksanning og ef eitthvað kaupsur þetta, en láta bara vita hvernig þetta er. Hvernig þetta er, já. Svo náttúrulega, SLA, þau eru komið fullt núna nýtt fyrir jólin. Hefurðu prófað að planta þér á því? Já. Aha. Já, bleiki palléttukjöllum minn sem Já, í keiluhöllinni. Já, ég elskan, sko. Það er eitthvað sem ég mun aldrei selja, þú veist, þetta er bara basically mjög oversized skyrta sem er bleiki palléttum. Já. En bara svona, oh my god, love it, skilurðu. Já. Ég elska þennan rósátta palléttukjól. Hann er gorgeous. Hann er geðveikur, svona öðruvísi. Og líka þessi sem maður bara að setja inn bara fyrir, sem er svona smá. Já, þessi geðveikur. En styrlaður. How to dress it. Já, það er erfitt að því að þú ert basically nakin undir, en þetta er svona The Chocolate Dylan heitir það. Geðbilaður. Hún er líka bara með eitthvað svona rauðar leggings sem eru svona smá sparkling, bara svona, ég veit ekki. Já, bara sem líka basically eins og, þetta heitir catsuit eða ekki þegar þetta er. Jú, en þetta er toppur og búið. Já, ég veit það, en ég var bara muni orðið. Jú, catsuit, þetta er svona heilgalli, já. En eins og þetta, þú veist, hérna nú með bara SLA the label, með hérna bara eitthvað svona leggings og svo ból sem er greinlega bara svona smá sparkling. Svo kaupar svo þetta sett og þá getur við leggingsnum við blazer eða toppnum við pils. Þú veist, þú getur notað þetta svo mikið og öll jólin, af því við vitum, við erum ekki að segja eitthvað nýtt, sko, það er ekki nýtt í gangi. Nei. Þú veist, þetta er alltaf það sama. Já. Og það er svo geggjað að leyfa sér að kaupa sér eitthvað svona smá hverju ári. Það er alltaf að stækka safnið þitt af palléttu gleði. Já, svo bara geymur það. 100%. Hérna er það líka með SLA the label, hérna, geggjaður. Þessar shorts er alveg, ég gæti séð mig fyrir mig í þeim. Þessar eru síðari. Þær eru ekki rassabóra. Nei, þær eru ekki rassabóra. Ég fíla það. Ég gæti þetta. Þessi síð gæti ég, já. Mikið stittra er ég bara, það er ekki fyrir mig. Nei, þá er bara, maður aðeins hengið að og enginn vil sjá það, sko. Já. En ég líka elska þess að hérna glimmer blazera sem hún er alltaf bara fræg fyrir. Ég þú veist, þeir eru bestir. Mér alltaf langar ég þá. Já, þeir eru geggjaðir. Svo cute. Elska þess að síðu, sko. En ég var að prófa að panta mér. En alltaf því ég ætla að panta mér. Þetta er búið. Þá er uppselt. Já. Það er alltaf máli. Maður er með hraðar hendur. Mjög hraðar. Ég er með hérna eitthvað svona push notification á. Hvert getur það pusta, en ég veit alltaf hvað er gangi. Já, okay. Ég kveikti eftir á því því ég var að reyna að ná einhverju. Og svo hefur bara ekki slökkt á því. Þannig að þetta er alltaf mjög gaman hjá mér, sko. En ég mæli með, mér fannst þetta vöndu föt. Já, þetta er það sem ég fengi. Var líka búin að fylgjast með þessar skvísu bara í mörg ár. Já, hún er að gera svo góð hluti, sko. Já. Hún Sara Ashcroft sem á merkið. I love her. Ángríns, love her. Þannig að þetta er sparkle season bara, þú veist, það er svona nokkra síður sem maður hugsa til, sem eru maður bara, já. They know what they're doing. Já, líka leopard kjóllinu mitt frá þeim. Hann er svona shiny satin. Það er mér svona this season. Og hérna er mér svona pilsi sem við erum að tala um. Satin með fjöðurum niðri. Herðu, þið verður bara farin að þessu síðu. Ég held það. Og fullt af ykkur svona palléttu kjólum og þessi jakki er sturlaður. Ok, er hann hættur það? Hún er geggjaðan leður. Nei, loðjakka hérna. Já. I love this. Þetta er svo cute, sko. Og herðu, ég sá eitthvað TikTok að þú veist, average manneskja eða $239 í föt á ári. Já. Hvað er það mikið? Það er svona 30.000. Já. Nei, sko, þegar ég sá TikTok, þá er ég nýbúin að eyða 30.000 í föt. Já, þetta er 32 skall. Já. Eins og stanir í dag. Á ári? Já, ári. Hver er average manneskjan sem er, getið þið sagt mér, er ekki fólk að eiga þessu á mánuði? Já.
Er það ekki eðlileg hegðun? Er með vandamál? Þú ert að tala um sem ég haf segur og þú sko, þannig ég veit ekki. Erum við með vandamál? Are we the problem? Nei, ég held, þú veist, í alvegni, ég get ekki tekið sama hvað ég eið á ári, en ég veit það ekki 32.000. Glætan, glemdi? Það svona freka mánuðurinn, já. Á góðum mánuði? Sparsum mánuði. En veitu hvað, keyptir þú 1 skópar? Nei, ég tala um, þú veist, ef þú eið 32 skall á ári. Allt árið? Keyptir þú 1 skópar og kallaði það gott? Það fólk hlýtur að versla í Primark eða eitthvað. Já. Það fara alveg mikið fyrir peningi þar alveg. Já. Á 30.000. Samt ekki fljótt að telja, sko. Þetta hlýtur að vera false information, sko. Þetta bull. Getur googlað þetta? Já, ég ætla að googla þetta. Þetta make ekki make sense. Nei, þetta bara make engan sense. Average person spend on clothes. Þá þurfum við að fara í meðferð. Þið svoleiðis? Manst ekki, hefur ekki sér spóluna Confessions of a Shopaholic? Jú. Það var uppáhaldsmyndin að við. Svo góð. Það kemur allan ekki upp einhver svona The average woman spends $389 annually to freshen up her wardrobe. 389, það ekki einu sem mikið meira. Nei, það 50 skall. On annual basis, the average person in the UK spends £400 per year. Það aðeins skara, komur í 60 skall. Já. And on average, Americans spend around 1,800 per year on clothing. Ok, þá ég allavega næra Amerikana. Já, ég líka. Heldur Breta. En ég held að sé ekki... Australians spend an average of 2.5k on clothes per year. Og við erum australiskar. En það örugglega, sko, verið að taka bara með 90 ára ömmuðina, skilur. Já, þetta er eitthvað svona household. Það þarf að vera með þennan aldurshóp sem við erum inn í. Skilur. Já, þá eru við alveg average. Já. Það ekki? Ég held það. Það ok, flestir sem hlusta á okkur svona tengja við okkur. Því tengja alveg það að það er gaman að shoppa. Já, það er ekkert skemmtilega. En maður áallega að vera að spara, en það er gaman að shoppa. Já, og það er líka ógeðslega leitt að vera búin að klára peningi sinna og vera bara svona, hvað get ég, þú veist, mér langar svo í þetta, það er ógeðslega leitt. Það er leitt. En we've all been there, skilur, þú veist, og líka bara með þessu öllu sem við erum með í dag, þú veist, kjólalegu, öllum þessu loppum, rísel, þetta er geðveikt þægilegt. Það er búin að gera þetta mjög sustainable. Já, þetta er miklu sniðuðara, skilur, þú veist, maður getur bara þrifta hella palléttukjóla. Einmitt. Geggjaða kápur og eitthvað. Já. Bara 5 skall eða eitthvað. Já, geðveikt. Þannig að þetta er alltaf að fara til betri veg. Við þurfum ekki að skamma okkur of mikið. Ekki of mikið. Nei. En við erum alltaf með aware of it. Já, algjörlega. En þú veist að tala um það og góða afslætti og svona, þá minnum við líka á náttúrulega að kíkja á Reykjavík Warehouse. Já. Á þessum tíma. Good hair. Já, good hair. Good hair. Þú veist, þú þarft að invest in your hair. It's basically an organ, skilur. Já, 100%. Right. Jú, algjörlega, og þú veist, og við hefum báða lent í því að finna, þú veist, að bara sjá eftir að hafa ekki hugsa vel um það. Og það er ógeðslega vond tilfinning. Þú veist, ég myndi frekar sleppa því að kaupa mér föt heldur en haircare, good haircare, skilur. Ég líka. Þú veist, ég er bara búin að læra á þeim ístökum. Já, því hárið getur verið ásett þér, sko. Og er oft. Það er oft, já. Alveg 100%. Bara, tonight I'm rocking a blowout, skilur. Já. Bara. Og bara, þú veist, og Reykjavík Warehouse með allt eins og við hefum nefnt áður, skilur, með K80 sem passar upp á, The Breakage, og svo erum við með vörurnar frá Leven sem að, þú veist, ef þið vantar að raka, þá getur þið keypt, þú veist, Hydrate og allt til, Volume, já, þú veist, það er paste til að gera slick back og bara hvað sem ykkur dettur í hársprayin, shine sprayin, þetta er núna tímabil shine spraysins. Facts. Now we shine, við erum ekki bara að palja eftir á fötin og shiny clothes, sko, the hair, it shines right now. Þú veist, maður er meira í Beatsy, svona salt water spray yfir sömarið, núna erum við komin í shine, sko. The shine, og big hair. Já. Eða slick. Það er svona annarkvæmst eða. Þannig að þú veist, þið fáið allt til þess inn á Reykjavík Warehouse, eða allan með vörunum frá Reykjavík Warehouse, eins og frá Leven og K18. Og ég er alveg vissum að þessu að gera eitthvað sannlegt helgina. 100%. Eitthvað Black Friday, Cyber Monday dýl, sko. Og líka söluaðlarnir þeirra, þú veist, eins og þeir sem selja Leven, skilur, kíkja þau eru líka með afslætti á sér. Þannig að ekki snúsa á því.
Do not snooze on that. En algjörlega. En ef við höldum að fara með outfits. Já. Glimmer onesies, pluss feldur og hælar. Cute. Want. Gæti. Langar að púla það. Glimmer palletupils, pluss silki skyrta, pluss sokkabuxur, pluss boots. Sérðu það? Já, ég sé Sérðu það. Mjög cute. Satín síðpils, pluss stór kósí peysa. Bara að fara í svona jólabrönsi eitthvað. Já. Svona rautt satín silkipils, hvít peysa. Gorgeous. Hárið half up með slaufu. Gorgeous. Brönns með family. Og samt slegin. Gorge. Statement bólir, bara svona, eins og við erum alltaf að tala um okkur langar að púlla. Svona stórar puffi ermar. Svo rjómabóli. Eins og Gina-bólurinn sem allir að kaupa hana ból og vera í honum af því að ég vildi ekki að þetta vera í honum. Jú, ég elskar ból svo mikið og ég er alltaf bara oh, I just wanna fit me. Hefur mátaðan? Já. Ok, ég hef ekki. Já, ég hef. Ég þori ekki. Nei, ég hef. En hérna, já, hann er svo flottur og hann er komin í rauðu núna líka. Ég veit að ég var bara líka ég svona shiny hérna, silfur, króm shiny hérna, gaggaður. Bara sturlaður. Hann langar svo í hann. Já. Og svo líka bara svona bóli sem er bara basically eins og pakkar, skilur. Elska þetta. Bara með geggjum axlabúðum og eitthvað svona. Nei, því sem púlið þetta, að vera í þessu mikið. Já. Ég elska að sjá fólki í svona. Ég er samt alltaf mjög jealous. Já, ég líka alltaf svo jealous. Bara, I wish. Fjaðrakjólar. They're back. Já, ég á eitt blazer sem að ég bara svona... Ég er með fjaðraermum. Ég er með fjaðraermum. Sem að þú veist, ég bara geymi alltaf. Þú veist, það kemur alltaf sumar og ég ætla ekki, ég þarf þig ekki á ég að... Svo alltaf bara, nei. Þú munt nota hann. Every season, festive season, þá finn ég bara, I can use this. Bara að því maður er svo mikið að plönum og eitthvað. Já. Svona þess að geta bara gripið ykkur svona flík sem maður á. Já, sem er bara svona smá dúlleri. Þetta er mest basic blazer í heiminum með pínu litlu dúlleri. Love it. Algjörlega. Satín bólir, bara allt svona satín. Það er svona gett jóla og svo bara þú veist, glimmer choker eða þú veist, glimmer bara bedazzled eyrnalokkar. Bara bring it up. Everything. Kjóla með slaufum, allt með slaufu. Núna maður aftur að fara í svona pakkaslaufunar. Já. Sem þannig að maður lúka þessu pakki. Ég man þegar ég var eftir mann í ég var að gera eitthvað í janúari fyrra og þá var að tala við eitthvað stelpur þar bara ég kom með ógeð slaufum. Og ég var bara svona, já, kannski kvílu það smá. En núna, it's time to bring back. Þær voru í sumar í svona petite útgáfu. Já, það var með svona kokettana. Já. Þær voru svona útlæð, svona dúdrú, svona cutesy litlar. Og núna eru að koma bara, I'm a package. Já, þú má bara vera með þær, bara, þú veist, risastóra framan á þær. Bara þvert yfir þig, sko. Og Polly var að koma með, þú getur bara að setta á aðrar flíkur. Geðveitt. Sniðugt. We need that. Já. Já. Glimmer kjólar og glimmer sokkabuxur. Ég á ykkur steinaða sokkabuxur sem ég keypti fyrir það. Gleymdi alltaf að nota. Þannig að núna ætla ég að bring them up. Hanskar. Já. Blúnduhanskar, uppháir, leðurhanskar, bæði venjulegir og uppháir. Ógeðslega þægilega líka bara eigi það, þú veist, að vera að labba niður í bæi eða eitthvað. Það var svo kalt á puttunum, þetta er samt chic. Elskaði mig. Leður líka svona hanskar með svona loði. Já, þeir eru svo fallegir, já. Geðveikt. Brúnar sokkabuxur. Já. Það er mjög inn núna. Já, eitthvað svoleiðis. Nei, ekki heldur. Það er líka svona, þú veist, þessi hlutir, sokkabuxur. Það er eitthvað sem þú þarft að kaupa alltaf mjög ört. Já, nei, sko líka, þetta gerir ógeðslega mikið fyrir átfiti og þetta er ekki dýr kaup. Nei. Það er sniðugt að stokka upp á, þú veist, að því maður á einmitt svona reyndum að, maður á yfirleitt svona basics, þú veist, kannski bara svart stuttpils, svart síttpils, alls konar skilur, síðan blazer sem maður getur notað sem dress eða eitthvað þannig, en bara stokka upp á, þú veist, þessum aukarhlutum sem gera svo mikið. Bara poppa upp átfitiðin. Það er mjög sniðugt nefnilega. Blúndi sokkabuxur, vorum að tala það, burgundy sokkabuxur, skart, bara allt the bling. Svo líka svona gett jólafestiv dæmi er að svona eiga cute náttföt. Já, ég veit það. Það er svona skimsnáttfötur með pífugáfunum. Já, það er svo sætt. Og hvað sagði ég það? Já. Og allt bara svona, þú veist, sá ekki svona náttföt með svona, bara svona gett basic hvít náttföt með svona rauðum slaufum út um allt. Já, cute. Núna máttu kaupa í náttföt. Já, svo er Lindex líka bara svona hvít með rauðum hjörtum. Cute. Love. Já. Love. Já. Allt svona. Þegar maður er alveg mikið í náttfötum. Já, með krútsi. Háir sokka líka, þú veist, sokkabuxur sokkar. Allir upp, það er alveg cute.
smá sexy, smá cute. Já. En svo líka bara svona háið, bara svona venjulegi sokkar, bara svona upp á njám. Bara stæla með eitthvað ballerinas eða hvað heitir þetta? Loafers já. Glimmer, bara allt, bara boot season. We know this, we know the shoes. Nú svona sneakers sem smá að fara að hvíla sér samt. Sneakers? Er það ekki? Jú, er það ekki? Já, nei, það er ekki hjá okkur allan. Nei, ég þóri alltaf út þegar það er bara smá slapp, sko. Ég veit það. Alltaf, bring out the Uggs. Já. Og moonboots. Ég byrja að fara í þeim í núna gangustúrin, sko. Það var svo kallt. Mér langar ógeðslega í það glimmer body spray sem ég sá um Oh my god, mér langar svo í það. Við þurfum það fyrir jólin. Það er svo fallegt. Það er bara basically, þú getur verið mest basic as ever, en þú glimrar jafn mikið. Svörtum kjól, bara off-shoulder og bara glimrar þig. Og þú bara, ég er the glimmer. I don't need the sequence. Og svo bara, erum við nokkra síður inn að bara til að mæla með. Já, við erum búin að taka slag. Já. Það er einmitt á listanum mínum. Svo Opoli, já. Zara, Gina Tricot, Meski. Meski er mjög bling-bling. Poppin, já. Mælum mikið við því. Mango er líka mjög vinsælt. Já. Það er svona mikið svona blingað þar og þú veist það er að kaupa mango.com eða eitthvað. Jú, þau senda til Íslands, já. Svo Asos, þeir eru náttúrulega með Berska og Stradivari og Pull&Bear og allt þetta. Þannig að það er mjög sniðið að panta þaðan. Tiger Mist líka. En voru þeir að shippa? Nú man ég ekki. Óguð, nú man ég það ekki. Gamli listi minn, allavega kannski. Man það ekki. En já, þetta var svona Revolve. Svo, það er alveg með allt frá bara toppið táar í... Já, pínu svona Asos-dæmi nema þú veist, high-brand líka. Já. Svo myndi ég líka mæla með Pep Mayo. Já. Þau er sendið til Ísland líka. Ég fekk hérna blundusett þar sem ógeðslega fallegt. Þannig að þau eru líka með ógeðslega mikið flott fyrir the Christmas season, sko. Þannig ég mæli sjúklega mikið við og svo er það ákveða gamla stressið. Já, oh my god. Það er alveg pressa. Ég endaði bara einhver random í fyrra. Ég held ég sé búin að ákveða mitt. Já. Ég fór bara í Jóman bara daginn með áður. Já, keypti með ból og svo átti ég eitthvað pils sem ég var í við. Emblir er gullið kjól, þess vegna ég er búin að ákveða mitt. Ég elska embla ræðið bara. Nei, ég valdi kjólinn annars, en ég vil matcha. Já. Svo verður bara matcha við 3 einstaklega. 2. Já, við 3, já. Því Gunnar er alltaf bara eitthvað, og í hvers þú í kvöld. Það er hann ekki eitthvað slauð, alltaf í stíl bara. Þú veist, ég hef alveg svona reynt, en hún er meira ekkert með bara svona, þú veist, hann er ekkert, hann er bara... Hvað finnst gæjum skemmtilegt eða finnst þið gaman að klæða sig og þannig? Hvað finnst þeim eins skemmtilegt og við okkur finnst? Nei, sko, honum, þú veist, ég veit, sko, ég spotta hann í gæri, ég er svona, er það skoðað föt? Þá var hann bara inn á uppbólsíðinu sinna að skoða sér föt, ég alveg, ok. Hann að Massimo Dutti. Já, ok, aldrei eftir það. Nei, en honum finnst það æðislega, þú veist, búð og hann finnur sér alltaf ókslega mikið þar og eitthvað, hann var að skoða það. Ég er ekki viss hún sépi til Ísland, þannig að ég gæti verið að segja panta eitthvað til Parísar. Það er kannski ástæðan. Já, kannski ástæðan. En þannig að hún finnst það alveg svona smá gaman, skilur, en hann er ekki svona að plana fram í tíman, bara hvað verður ég á gamla, skilur. Já, einmitt. Er það ekki bara svona meira svona the industry líka að kenna? Það er ekki svona mikið trendsum eða eitthvað þannig fyrir kallmenn? Allan ekki á hans fóríupeysi. Það eru alveg einhverjum. Klálega, það er einhver svona fashion boys out there, en þeir eru ekki margir. Ekki nóg margir. Það þurfa aðeins að fara að smita út Já, því ég sammála. Því að þetta er svo gaman. Þetta er svo skemmtilegt. Join the team. Þetta er svo gaman hjá okkur. You want for great. Já. Eins og þeir sé að hlusta. Einmitt. They're not. Nei. En við ætlum líka að minna á að við erum með leikinn okkar í gangi hjá Netto sem við fórum aðeins inn á síðast. En það er bestísleikurinn, þar sem hún kaupir einhverja bestísvöru, þín uppáhalds, hvort sem sé dívan, við vonum að þið sé búin að smaka. Eða ísinn alltaf, gamli góðu besti. Og þetta er í hverju einustu Netto-verslun. Já, búin að fá ógeðslega mikið spurningum hvort það sé bara í einhverju ákveðnum. Þetta er öllum. Þetta er í öllum. Og í svona minni verslunum þá er kannski ekki þessi cut-out sem við sáu á okkur á Instagram, en þá eru bara svona litli miðar sem segja frá leiknum út allan búð. Miðarnir eru staðsettir þar sem dívan er og þar sem ísinn er. Það er ekki alltaf á sama stað eins og í Netto-mjötunni. Þannig að hafa það bara í huga, en dífunar eru bara hjá, þú veist, restina af svona einhverjum íssósum, þannig að þú veist, ég get fundið það og svo er það bara ógeðslega einfalt, bara kaupa, taka kvittununa, skrifa nafnið ykkur á símanúmer og setja hann í. Já, kassið eru bara hjá kassunum. Já, bara eitthvað, þú veist, hann er blinkur og, já. Ætti ekki að fara fram hjá. Já, og
síðasti dag til þess að taka þátt held ég sé 10. desember svo verður þessu safna saman og við ætlum að draga út einn ótrúlega heppinn og það verður mjög gaman Fókur skemmtilega vinnvannanga fyrir jólin við gaman við fáum að gefa aðeins svona jólapakka eitthvað smá jólapakka það bara svo gaman ekkert skemmtilega geggjað, þannig að fara að pakka það ég heldur að fara að pakka kom okkur að stað Parísargýrin og oh my god við sjáumst í desember bye besties bye